Heyrir í mér? Heyrist ekkert í mér? Já. Góðan daginn. Gaman að sjá ykkur. Nei, ég veit, en það samt, mér langar að segja góðan daginn. Heyrist ekkert í mér örugglega? Gaman að sjá ykkur og það bara gaman að vakna með sól og það bara breytir allt að vakna með sól í augunum, að sjá bara í gegnum glugganum að það sé bjart. Það bara gerir svo mikið fyrir sálina. Ég veit ekki með ykkur en ég bara get ekki beðið eftir sumrin þótt ég næ ekki að sofa nóttinnar. En já, mér langar að byrja ykkur velkomin og gleðilegan hvíldardag. Við ætlum að byrja með því að biðja og svo ætlum að syngja smá. Hvernig hljómar það? Kæri Guð, takka þér fyrir öllu sem þú gerir. Takka þér fyrir að við erum búin að komast í gegnum þessi langa vetur. Takka þér fyrir að sólin skín og við finnum fyrir smá hita. Takka þér fyrir að þín fallega fólk er búin að koma hérna saman, tilbúin að tilbiðja þig og búa til þessar frábæru sambönd á milli okkar. Ég bið þig að vera með okkur í dag, að vera með þeir sem eru á leiðinni, að hjálpa okkur að ræðuna og allt ferli í dag fari í gangi bara vel. Takk burtu alla hindranir fyrir fólk sem er á leiðinni, sem er heima, vertu með þeim að hlusta og bara þar sem þeir gátu ekki komið og já, þakka þér fyrir allt. Í Jesús nafni, amen. Skulum syngja Sálminn 64. Þú hæsti Guð.
Já, góðan daginn fyrir þeir sem voru að labba inn. Gaman að sjá ykkur. Buenos días a los que acaban de entrar. Verið velkomin. Heyrðu, ætlum ekki að halda áfram. Þá ætlum að syngja aðeins meira. Sálmur númer 70, mikil er miskunn þín. Núna ætla ég að lesa ritningavers, við skulum standa. Ritningaversin í dag, við getum fundið hann í Efesíubréfið, 7. kafla, 12. vers. Og það stendur: Því að baráttan sem við eigum ekki við menn af holdi og blóði, heldur að ditningar og völdin, við heims drottna þessa myrkurs, við andverkur vonskunar í himingeimnum. Skulum biðja. Kæri Guð, eins og stendur í þín orð, við vitum að þessi stóra barátta miklu meira en við gerum okkur grein fyrir. En þrátt fyrir það við erum í þessu barátta, en við vitum að við höfum þig til að hjálpa okkur. Við vitum að þú ert miklu stærra en þessi vandamál, að þú ert búin að sigra þess, að ef við höfum þig með okkur, þá þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur.
en samt erum við mennsk og við höfum áhyggjur og við, já. Svo ég vil biðja þig að hjálpa okkur þegar við erum að gangi gegnum einhver erfiðleikar að hugsa alltaf fyrst til þín, áður en að reyna að leysa vandamáli sjálf, því þú ert miklu stærra en hvað við getum hugsað okkur. Ég vil biðja þig að vera með þau sem eru hérna, sem eru að koma í fyrsta skipti eða að koma eftir langan tíma. Fylltu hjarta okkar að þínum heilagur anda, þínum ást, til að geta opna fyrir þín orð og skilja það og tekja móti þig. Ég vil biðja þig að vera með Pavel sem að fara að tala við okkur í dag. Já, takk fyrir allt sem þú gerir, takk fyrir allt sem þú hefur gert og munt gera. Í Jesu nafni, amen. Núna ætlum við að taka upp gjafir og gjafir í dag fara til Hope Channel. Skulum biðja. Kæri Guð, eins og við höfum oft sagt áður, við viljum þakka þér fyrir þessar gjafir sem þú gefur okkur og ég vil biðja þig að hjálpa okkur að gefa tilbaka og ekki bara í kirkjuna, heldur bara þegar við sjáum fólk í neyð, opna augað okkar til þess að geta deilt áfram þessar blessanir sem þú gefur okkur, hvort það sé heima, hvort það sé út í búð, hvort það sé í vinnunni. Hjálpa okkur að deila með öðrum þína fréttir, góðar fréttir, að þú elskar okkur, að þú vilt vera með okkur, að þú vilt bjarga okkur og vera með okkur að eilífu. Vertu með okkur í dag og vertu með þeim í hver einasta kirkju í dag, vertu með þeim í Reykjavík og já, sem þeir eru að taka upp og já, blessa þeim líka. Í Jesu nafni. Amen. Og núna kemur eina skemmtilegustu partur af ræðunni eða service. Þá barnasálminn og barnasagan. Maður lærir ótrúlega mikið af því. Einhverju krakkar hérna sem vilja koma fremst að syngja með mér? Ljósins
kalla Vigdís að segja okkur sögu. Við langar að segja ykkur sögu. Ég ætla að nota þennan fyrir krakkana. Ég ætla að fá 2 til að lesa. En ég nota hann bara... Já. Heyrist þið þessu? Já. Mér langar að segja ykkur frá því að ég var eins og fara upp í sveit. I want to tell you that one time I went to the countryside. Og ég var búin að biðja Guð að hjálpa mér að vera blessun fyrir einhvern. And I had asked God to help me to be a blessing to someone. En svo hugsaði ég með mér, ég að fara upp í sveit og ég ætla að vera þar alein til að tala við Guð. I was going, and then I was thinking, I'm going to the countryside and I'm going to be there all alone to speak to God. Og þá sagði ég við Guð, hei, ég verð ein, hvernig get ég verið blessun fyrir einhvern? And I said to God, well, I'll be alone. How can I be a blessing to anyone? Og svo var ég að keyra norður And I was driving up north í 3 klukkutíma for 3 hours. og svo þegar maður er að keyra svona langt norður þá er maður alltaf svo rosalega þreyttur And then when you're driving so far, you get tired. og ég hef alltaf gert það þannig að þegar ég kem þá fer ég inn í hús og ég hvíli mig og fer svo bara að sofa af því ég kem alltaf kvöld. And because I usually drive at night, then I just go straight to bed when I get there. Já, þetta er svona svo kvöld, ekki nótt. Já, kvöld, já, evening. Ég er svolítið búin að vera að undirbúa fyrir ferðina allan morguninn og allan daginn. I've been preparing the whole morning for the trip. Svo fer ég að keyra And I drive, og þá kem ég svo þreytt. and then I'm so tired. En í þetta skiptið, But this time, þá kom ég upp á húsinu, lagði bílnum I came to the house and I parked the car. og ég horfði út á sjóin og sagði, hei, ég ætla að fara í göngutúr. And I looked at the ocean and I said, well, I'm going to go take a walk. En þetta hef ég aldrei gert áður. But this I've never done before. Svo ég tók farangurinn, sett hann inn í hús, So I took my luggage and I put it in the house, fór í göngufötin og gönguskóna put my walking clothes and walking boots on, og labbaði svo niður á sjó. and I walked to the ocean. Og hvað haldið að ég hefði fundið niðri við sjóin? And what do you think I saw by the ocean? Nú ætla ég að biðja hann Ísak að setja myndbandið á. I'm Ég tók mynd af því. Now I'm going to ask Isaac to play the video because I recorded what I saw. Hvað er að sjá þig, kallið mín? Og hvað er mamma? Ekkert myndband. Jú, þannig kemur. Hvað er að gerast? Hvað heldur ég að ég séð? Hvað er að sjá þig, kallið mín? Og hvað er mamma þín? Where's your mother? Já, þarna er hún. Og Where's þú your bara mother? fastur hérna. Æ. Heyrðu, ég ætla að koma og hjálpa þér. Ég hjálpa þér. Bíddu. Þetta var það sem ég sá. This was what I saw. Og vitið hvað ég gerði? And Hvað haldið ég hafi gert? you know what I did? What do you think I did? Haldið ég hafi labbað bara heim aftur? Do you think I just walked back home? Nei, ég Nei, setti no. símann til hliðar I put my phone away og tók netið af hornunum and started untangling the net from the horns. og þá losnaði lampið og hljóp beint til mömmu sinnar. And then the lamb got free and it ran straight to its mom. Og eru þið ekki glöð fyrir lampið? Aren't we happy for the lamb? Vitið hvað hefði gerst ef að lampið hefði ekki losnað á netinu? Do you know what would have happened to the lamb if it would have not got free? Það hefði bara dáið þarna í netinu. It would have just died there in the net. Og nú ætlum ég að fá að sýna ykkur eina glæru. Now, Ég ætla að biðja Freyju að lesa fyrir mig fyrst. Getur þú lesið fyrir mig þetta hérna? Ég ætla að sýna hérna. Getur þú lesið þetta hérna? Allt. Bara þessa hérna línu hérna. Ok. Mönnum og skepnum hjálpar þú, Drottinn. Takk fyrir. Þetta er í Biblíunni. This is in the Bible. Hvernig stendur á ensku?
The righteousness is like the... Nei, í hérna. Oh, O Lord, thou preservest man and beast. Sjáið þið, Guð hann að segja í Biblíunni og hann þykir svo vænt dýrin og hann elskar dýrin. See, in the Bible, God is telling us that he loves both the children and the animals. Og hérna sjáið þið aðeins neðar ætla að biðja í Jónatan. Erst þú til að lesa fyrir mig þetta hérna, þessa línu hérna? Mannanna börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þannig að Guð elskar dýrin og Guð elskar börnin. So God loves the children and the animal. Og ég það bara, akkur ætli Guð hafi sett þetta þarna í Biblíuna? Why do you think God put this in the Bible? Það vegna þess að stundum hugsar fullorðna fólkið, dýrin, þau skipta engu máli. Because sometimes the adults, they think, the animals, they don't matter at all. Og stundum hugsa fullorðna fólkið, krakkarnir, þau bara stundum á þælst fyrir. Or they think, the kids, they just get in the way. En vitið það að fyrir Guði eru börnin og dýrin ofsalega mikilvægt. But to God, the children and the animal are very precious. Og við þurfum að vera góð við dýrin. We have to be good and kind to the animals. Af því að ef við erum vond við dýrin þá erum við líka vond við Guð. Because if we are not kind to the animals, we are also being not kind to God. Takk kærlega fyrir krakkar, þið með fá sæti. Thank you, children. Please take your seat. Já, við erum með smá póka fyrir börnin til þess að hafa meðan ræðun í dag. En núna ætlum að biðja Pavel Goya, velkomin, welcome. Now you're going to tell us a story for the adults. I'm very excited. I like something lighter. It's okay. You need something else? Do you want this? Do you want this one? Yeah. Do you need it? I like it in the yeah. It's gonna stay here. Good morning. Góðan daginn. Sound. The sound. Ekki örugglega slökkt á þessu mikrofóni? 1, 2, 3. Can you hear me? Heyrist í... We need the sound. We need to turn it a little louder. Okay. The sound needs to be louder so I don't force my voice. It is a privilege to be with you. Það mikið forréttindi að fá að vera hér með ykkur. And before we start, I'm going to ask you to, together with me, to bow your heads. Og áður en við hefjum þessa predikun þá vil ég biðja ykkur að biðja með mér. Let's pray. Við skulum biðja saman. Father in heaven, we thank you for your love. Faðir á himnum, við þökkum fyrir kærleika þinn. And we thank you for the promise to be with us. Og við þökkum fyrir það lofar að þú ætlar að vera með okkur. We pray that you will open the word Við biðjum að þú opnir orð þitt and that your spirit would open our eyes, our minds, our hearts. og að þú munir tala til huga okkur og hjarta. I ask for a spiritual blessing for everyone here. Ég bið blessun fyrir hvern og einn sem hér. In Jesus' name. Í nafni Jesú. Amen. Amen. So, I'm going to
open a subject that is a little difficult. Ég ætla að fara í efni sem er dálítið erfitt. This is a bit tricky. Já, þetta er svona. It doesn't work. It works with a trick. I'll show you a trick. You turn it off then. Dunk, dunk. It is on. It's better when it's connected to the computer. Ah. Okay. Before they can fix the screen, I'm going to tell you a story. Ég ætla að segja ykkur sögu á meðan þeir eru að laga tækniatriðið. I believe what the Bible says. Do you mind if I take this coat off? Ykkur alveg saman þau fara úr þessum jakka? If you mind, I still take it off. Ef ykkur ekki saman, ég ætla samt að fara úr jakkanum. Hopefully nobody gets upset. Og höndi verður engin reiður. If you do, I will pray for you. Og ef þið verður reið, þá ætla að biðja fyrir ykkur. So we believe what the Bible says, Við trúum því sem Biblían segir, that there is spiritual war, að það eru andleg barátta í gangi. that there is God and there is Satan. Við höfum Guð og við höfum Satan. And the Bible says that we don't fight against flesh and blood, but against spiritual powers. Biblían segir að við erum ekki að berjast gegn holdi og blóðu heldur andægurum illskunnar í himingeiminum. And so every single time in your life, Hvers skipti í lífi ykkar, when you make a good decision, when you want to follow God, to serve God, to pray, to study, þegar þið takið ákvörðun að fylgja Guði, rannsaka orðið, bara hvað sem þið gerið, Satan is not happy. þá Satan ekki ánægður. And Satan will attack you. Og Satan mun ráðast á ykkur. And I want to give an example. Mér langar að gefa gott dæmi. This is a not very pleasant example. Þetta ekki gott dæmi. Nei, þetta ekki svona þægilegt. We live in north in the US, Við búum í norður Bandaríkjunum and when we moved there, og þegar við fluttum þangað, that church has not done evangelism. þá hafði kirkjan aldrei stundað útbreiðslu. They said, oh, evangelism doesn't work, nobody comes. Þeir sögðu þetta virkar ekki, það kemur enginn. And I told them, when you do it properly, it works. Og ég sagði, ef þið gerir þetta almennlega, þá virkar það. You just need to know how to do it. Þú þarf bara að vita hvernig á að And gera. I said, let's do it. Og ég sagði, gerum þetta. Well, they agreed. Og þau samþyktu. Friday night, 1 hour before we started evangelism, Á föstudeginum, rétt áður en við byrjuðum, my septic came in the basement. þá fór klóakið beint inn í kjallarann. Do you know what that means? Vitið þið hvað það þýðir? I don't want to describe too much, but the toilet dumps in the septic system. Þannig að ég vil ekki fara út í neinar útlistingar en klóakið það sem allt kemur úr klósettinu So the up into the basement of the house. og þetta fór allt í kjallarann. And the water was so tall, Og vatnið var svona hátt and there was floating stuff, og það var ýmislegt fljótandi þarna í vatninu and the smell was terrible. og hræðileg lykt. And I had my office in the basement. Ég var með skrifstofuna mínu All my þarna, books niður í kjallarannu, got bækurnar mínar. wet. Allt var blautt. That was 1 hour before going to church. Þetta var klukkutíma áður en við fórum í kirkjuna. Oh, I was going crazy. Ég var að vera brjálaður á þessu. Should I save the basement Á ég að bjarga or kjallarann? go to church and do evangelism? Eða á ég að fara í kirkju og vera And trúboði my þar? wife says, calm down. Og kona mín sagði, róaðu þig. The house is going to burn when Jesus comes. Húsið mér hvort sem er brenna þegar Guð kemur, The Jesús books kemur. burn too. Og bækurnar líka. Go to church. Farðu í kirkjuna. I went to church. Ég fór í kirkjuna Saturday went to church. á laugardeginum líka. Sunday morning, Og á I sunnudegin. called the team to fix the septic. Þá hringdi ég í menn til þess að laga þetta hjá mér í And they kjallarann. came with a cable through the pipes. Og þeir fóru og hreinsuðu allar lagnirnar. They said, the septic is good. We don't understand why it happened. Og þessu, það allt í lagi með lagnirnar. Ég veit ekki hvað þetta gerðist. 2 weeks later, after I finished evangelism, Og svo 2 vikum eftir að ég kláraði útbreiðslu herferðina, the water went away by itself. og þá fór vatni bara sjálfu sér í burtu. Next year, Næsta ár, Friday night, 1 hour before starting evangelism, föstudegi, klukkutíma áður en við byrjuðum aftur á útbreiðslunni, the septic came again.
þá kom klóakið aftur inn. Didn't come a week before, a week after. That specific night, 1 hour before starting Kom event. ekki viku áður eða viku eftir heldur akkurat þetta kvöld klukkutum So áður. what are the chances that it happens in the same evening? Já, hver eru líkurnar að þetta sé að gerast svona á sama tíma, á sama ári, á ári liðnu? I went to church, I preached. Ég fór í kirkjuna, ég predikaði Sunday morning, I called the best team. og sunnudeginum þá hringdi ég á bestu mennina til að taka þetta að And they sér put a camera through the pipes so you could see on the screen to see if there is anything that would block the septic. og þeir settu myndavél inn í lagnina til að hvort það er eitthvað fyrirstaða And they could not find anything. og þeir fundu ekkert. They said, we don't know the reason, we cannot fix it. Við sjáum ekki ástæðuna fyrir svo við getum þar að leita ekki lagað. 2 weeks later when I finished evangelism, Og 2 vikur setna the water went away. þegar ég kláraði útbreiðsluherferðina þá fóru til Next year, third time, og að ári liðnu I had a speaker from Canada, þá kom maður frá Kanada sem a ætlaði að friend tala, of mine. vinur minn, Friday night, 1 hour before we start evangelism, og klukkutíma áður en við hófum útbreiðsluherferðina, the septic came in the basement. aftur klóakið laginn And he says to me, og hann sagði mig, what's wrong with you? hvað er eiginlega að þér? You should know better, you are a pastor. Þú ættir að vita betur, út prestur. It is spiritual war. Þetta andleg barátta. The Bible says Satan is like a lion roaring lion trying to devour us. Biblían segir að Satan gengur eins og öskrandi ljón til að gleypa okkur. Satan hates God, Satan hatar Guð, but Satan cannot fight God. en Satan getur ekki barist gegn Guði. However, he can attack God's children. En hann getur ráðist á börn Guðs. And I tell you, if you attack me, I don't care. But if you attack my children, you are in trouble. Já, og trúið mér, ef að þið myndu ráðast á börnin mín, þá væru þið í miklu vanda. Satan attacks God's children. Satan ræðist á börn Guðs And every time you want to do something good, Satan wants to stop you and he's going to attack you. og í hver skipti sem þú ætlar að gera eitthvað gott, þá kemur Satan og ræðist á þig. The solution is not to give up. What you do good is to pray so God will intervene. Can you please repeat The that? solution is not to give up what you do good, Já, vandamálið er ekki að hætta því sem maður er að gera vel, but to pray. heldur að biðja. So the pastor that was visiting from Canada, speaking for that evangelistic series, Þannig að þessi prestur sem kom frá Kanada og var ræðumaður þessara fyrirlestra raða, he said to me, hann sagði, have you dedicated the house to the Lord? hefur þú helgað þetta hús Guði? I said, you don't dedicate homes and cars, you dedicate people. Maður er ekki að helga einhverjum heimilum, heimili eða bíla Guði, maður helga bara fólk He Guð. said, you are wrong. Og hann sagði, þú hefur rangt fyrir þér. You dedicate everything to the Lord. Þú átt að tilenga öllu Guði. In the Bible, they dedicated the temple. Í Biblíunni þá tilengu þeir mustrinu Guði. When you dedicate it to the Lord, Og ef að þú helgar eitthvað Guði, Satan has no more access there. þá kemst Satan ekki þar inn. That's the reason you dedicate your family, your children, your house. Þess vegna helgar þú Guði fjölskylduna þína og húsið þitt. I said, okay, let's pray. Og þá sagði ég, ok, við skulum biðja. And we prayed and we said, Lord, Við báðum og sögðum, we give you this house. við gefum þér þetta hús. I want you to use it for yourself. Ég vil að þú notir það fyrir þig. I'm going to use it too. Ég ætla líka að nota Because I það. need to sleep there. Af því ég þarf að sofa þar, I need to live there. ég þarf að búa þar, But I'm going to use it for you. en ég ætla að nota það fyrir þig. I'm going to use it in a way that you will be in control. Ég ætla að nota það þann veg að þú sért að stýra og stjórna. Listen for a second. Hlustið aðeins. Children don't bother me. I love children. Ég elska börn, hafa engar áhyggjur þegar þau eru að Adults gráta. bother me, not children. En það eru frekar fullari fólk sem pirrar mig. Leave the children alone. When you hear noise of children, that's a happy church. Nú ef við heyrum hljóð í börnunum, það er gleðileg kirkja. They don't disturb me. Þau eru ekkert að trufla I mig. can have 100 children around, and I can have dogs and cats around. I love it. Ég get haft 100 börn í kringum með hund og ketti og ég elska þetta. And they will never harm you. People, adults do that. En þau myndu aldrei heldur meiða mig en fullorðnir geta gert það. So I'm happy when I see children in the church. It doesn't bother me. Leave them alone. Let them love it. Ég er glaður að sjá börnin og leyfi þeim bara að vera hérna. Okay, back to the subject.
Og við skulum fara aftur til efnisins. I said, Lord, I'm going to give you the house. Drottin, ég ætla að helga þér þetta hús. I'm going to do Bible studies in the house. Ég ætla að vera að rannsaka Biblíuna með Prayer öðrum groups in hér. the house. I give it to you. Ég ætla að gefa það þér. It's your house. Þú átt húsið. Please don't let Satan come back here. Ertu vinsamlegast, viltu ekki hleypa Satan hérna inn aftur? It was me, Það var ég, my wife, kona mín, the pastor from Canada, presturinn frá Kanada my head elder, og formaður safnaðarins and another man, 5 people. og annar maður og við vorum 5. After we prayed, Eftir að við báðum, the water started to go, þá bara fór vatnið, never came back. kom aldrei aftur. We don't fight against flesh and blood. Við erum ekki að berjast gegn holdi og blóði And if I fight with you, og ef ég eitthvað að rífast við þig, we use the fist. þá byrjum við að But boxa you hvort cannot annað, use the fist with Satan. kýla hvort annað. Við getum ekki And kýlt the Satan, gun, shoot Satan. við getum ekki skotið á Satan. Against spiritual powers, Ef við erum að berjast gegn svona you need andlegum spiritual weapons. verum, þá notum við andleg vopn. The Bible says that we fight against spiritual powers in heavenly places. Biblían segir að við erum að berjast við andaverur vonskunar í In himingeminum. heavenly places. Í himingeminum. Therefore, if you are on earth Þannig að ef þið eruð á jörðinni and your enemy is in the air, og óvinnur ykkar í himingeminum, you have no chance. þá hefur ekki You neitt have to be séns. in the air to fight somebody in the air. Þú þarft að vera í himingeminum til að geta barast eitthvað í himingeminum. You need to be in heaven to fight somebody in heaven. Þú þarft að vera á himnum til að berjast við eitthvað á himnum. If you are earthly, you cannot find somebody heavenly. Ef þú ert á jörðinni, getur ekki barist við eitthvað í himingeminum. Therefore, we need to always be in Christ. Þess vegna þurfum við alltaf að vera í Kristi. That's the reason Paul says Þess vegna segir that Páll we are on this earth, but we are citizens of heaven. að við erum á þessari jörð en við erum ríkisborgarar himnaríkis. Now, the Bible clearly says Það augljóst sem að Biblían segir that at the end of this earth, there will be a general crisis on the Að- whole earth. þegar að lífi á þessari jörð er að fara að ljúka þá mun vera miklar hamfarir og miklir erfiðleikar There will be a crisis like never before in history. eins og aldrei hefur verið áður. By the way, would you tolerate me to deviate from the subject and give you a story about a child who did something in the church that was so funny? My child. Má ég segja ykkur sögu svona ef við förum aðeins frá efninu lítið barn sem var mitt barn og gerði þetta aldrei fyndið í Long kirkjunni. ago, my child was only 3 years old. Fyrir 3 árum, fyrir löngu síðan þegar barnið var aðeins 3 ára And the church would tell him, stop talking, stop og running. fólki í kirkjunni sagði hætt að And tala og I hætt said to að them, hey, he's going to hate the church. og ég sagði ekki vera að tala svona við barnið mun hata I kirkjuna. said, the problem is not with the kid, it's you. Vandamálið ekki barnið heldur Leave him þú. alone, just look here. Látið hann vera og Don't horfið worry bara, about children. ekki vera að hafa ágjör af barninu, horfið bara á mig. I was in the front preaching, Ég var að predika the fremst church is there, og söfnuðurinn þarna, the choir was there, kórinn þarna and somebody from the choir og svo var eitthvað sem var í kórnum says, come here, buddy, to my kid. og sagði við barnið, komdu hérna, And he komdu. goes there, says, let's talk. Og hann sagði, við skulum tala saman. And if I show you pictures, my son had long, literally, I have pictures up to here hair, long hair. Og sonur mér var með mjög sítt hár He said, I want to have hair like Jesus. og hann sagði, ég vil vera með hár eins og I said, Jesús. okay, you can have hair like Jesus, whatever Okay. you want. Yeah. Þú mátt vera með hár eins og Jesús. So the guy from the choir says, Svo sagði maðurinn í kórnum, you are a girl. þú ert stelpa. He says, no, I'm a man. Nei, ég er maður. He said, no, you are a girl because you have long hair. Nei, þú ert He stelpa, þú said, ert með sítt hár. Jesus had long hair. Og þá sagði hann, Jesús var með sítt hár. I don't even know if I should tell you the rest of the story. Ég veit ekki eins og hvort ég að segja He afganginn. got in front of the church and he says, I'm going to show you that I am a boy. Og ég ætla að sýna ykkur að I ég er said, strákur. Ovi, get dressed. Og ég sagði, farðu í fötin, drengur. And he says, but I need to show him. Ég þarf að sýna honum. Ég þarf að sýna honum. And I told the church, you see, if you bother him, leave him alone. Ég sagði ykkur að láta hann eiga sig. Þið sjáu hvernig hann er. Leave the kids alone. Látið börnin eiga sig. We just need to love them, that's it. Við þurfum bara að elska þau. Það er bara þannig. Anyway, going back to our subject. Við skulum fara aftur inn í efnið. I've never told that story to anybody in any church ever, and I don't tell that story.
Ég hef aldrei sagt þessa sögu áður. My son told me, if you tell the story, Dad, I will be angry with you. Sonur minn sagði, þú segir þessa sögu, þá verður ég reiður á þig, pabbi. Going back, En við skulum fara aftur í þetta. I want you to understand. Þið þurfum að skilja eitt. The Bible prophecies clearly say that at the end there will be a crisis like never before in history. Spádómar Biblíunnar segir það mjög skýrt að það munu koma miklir erfiðleikar eins og aldrei hafa verið fyrr. I talked to you a little last night about it. Ég sagði ykkur aðeins frá því síðast í gærkvöldi. According to the Bible, it will be total economical crash. Nú það munu algjörlega hrynja allur fjárhagur. Not in a country, worldwide. Ekki bara í einhverju landi Global heldur, economical collapse. bara í öllum löndum heims. Catastrophes everywhere in the same time. Og alls konar, hvernig segir maður katastrófi? Hamfarir út allan heim. Like you have an earthquake here, and the volcano there, and the tornado here, and the fire here, and you understand? Jarðskjálfti hér, eldgos hér, All brjálaveður over hér. the news. This is what happened in San Francisco. This is what happened in Chicago. This is what happened everywhere around the world. Og þetta mun vera að gerast alls staðar á öllum tímum og In the same time, á sama tíma wars. stríð. In the same time, Á pandemics. Á sama tíma In farsandi. the same time, everything going wrong. Á sama tíma allt að fara úrskeiðis. It says in the Bible, because people reject God and they don't want God, Það stendur í Biblíuna því að fólk hafna Guði. the four angels that keep the winds, it says in Revelation, Þannig að þessi 4 englar sem halda vindunum í Opinberunarbókinni they will let the winds go and They God will- will draw his protection from the earth. og þeir munu sleppa vindunum og Guð verndar ekki jörðina lengur. And then Satan is going to attack and destroy as much as Og he can. þá kemur Satan og ræðst á allt eins og hann getur. More than that, En meira það, the Bible talks about lack of tolerance. og Biblían talar að fólk hefur ekki mikla þolinmæði. People will hate one another Fólk hata hvort annað, for political, for other reasons, I don't know. út af alls konar ástæðum. There will be terrible politics. Við munum hafa hræðilega stjórnmálamenn More than that, og meira en það. there will be crisis. You could not find food. The stores will be closed. The banks will be closed. Það mun vera alls konar krísa, það verður ekki matur og búður verða The lokaðar. Bible says that you will not be able to buy or to sell. Þú munt ekki geta keypt eða selt. When COVID came, Þegar að COVID byrjaði, the stores were empty. þá eru allar búðir tómar. And people came to work at the General Conference. Og fólki kom til skrifstofu I aðalsamtakana talked to people in my team. og ég var að tala við fólk sem var að vinna með mér. We cannot find apples. We cannot find eggs. We cannot find potatoes. We cannot find anything. Við getum ekki keypt epli, við getum ekki keypt egg eða kartöflur. I have a big garden Ég er með stóran garð heima hjá mér and I have a greenhouse og ég er með gróðurhús and I have fruit trees og ég er með ávaxtatré and I have hundreds of jars with canned vegetables for the winter. og ég var búin að sjóða niður fullt af grammiti And I have 3 freezers packed with frozen green beans and broccoli and all types of food. og ég er með 3 frista fulla af grammiti. If I put on the screen pictures from my laptop with tomatoes from my garden, it's 2 pounds, that's 1 kilogram tomatoes. Og ég get sýnt ykkur mynd á tómatunum, það var 1 kíló 1 af meter tómatar. and 2 centimeter watermelon. Já, svona stór vassmelóna. I love it. Já, ég elska So I garð. took with my truck, I have a big F-250 Ford truck. I took boxes of food and I took to work. I said, okay, if you cannot find anything, here it is. Og ég fyllti kassa af mat og fór með í vinnuna og gjörðu svo vel. What are you gonna do Hvað eru þið að fara að gera when the stores will be empty? þegar að búðirnir eru tómar? What are you gonna do Hvað ætlið þið að when gera all these crises happen? þegar allt þetta gerist? How do you prepare? Hvernig ætlið þið að undirbúa ykkur? How do you prepare when Satan attacks you or attacks your house or your family? Hvað gerir þið þegar að Satan, ef að ræðst á ykkur, fjölskyldu ykkar eða heimili The ykkar? Bible says that the last crisis is going to be the greatest crisis in history before Jesus comes. Biblían segir að þetta muni vera mestu erfiðleikar sem nokkuð tímann hafa verið. How do you prepare for the crisis? Hvernig undirbúum við býr People maður say, fyrir það? when I see the crisis, then I prepare. Sumir segja, já, þegar ég sé að þetta gerist, þá ætla ég að undirbúa mig. It's like you say, when I see the crisis, I'm going to plant a garden and the tomatoes will grow in a second and then I'm going to eat them. Þetta er eins og, já, þegar þetta allt gerist, þá ætla ég að fara að rækta tómatana. You need to plant them
months in advance. Þú þarft að rækta þetta marga mánuð áður. You don't prepare for the Olympics the night before the Olympics. Maður fer ekki að undirbúa fyrir ólympíuleikana daginn áður. You need to prepare now Það to þarf- be ready then. Við þurfum að undirbúa okkur núna til að vera tilbúin þá. How do you protect yourself from Satan's attacks? Hvernig verum maður sig fyrir árásum hins illa? There will be persecution, religious persecution and lack of religious tolerance. There will be no more religious freedom. Til dæmis trúarlegt frelsi, það mun fara fyrir bí. How do you prepare? Hvernig undirbúum maður sig fyrir það? Undirbýr 4 maður sig. strategies for spiritual protection. Og hérna eru 4 aðferðir til þess að vernda okkur fyrir árás, andlegri árás. In the Lord, Í drottni, in His armor, í hans brynju, in prayer, í bæn in the Word. og í orðinu. These are 4 sermons. Don't worry, I'm not going to give 4 sermons. Þetta only eru one. 4 ræður, ég ætla ekki að fara með þessar 4 You can ræður. go on the internet and listen. Þið getið fara á interneti og hlusta á þetta. I will touch a little on each one Ég ætla að tala smá hvert og eitt atriði, and focus on one. en einblína á eitt atriði. I'm going to focus on this one, in His armor. Ég ætla að einblína mest á brynjuna. But let's touch a little the others. En við skulum tala aðeins hinn líka. In the Lord. Í drottni. He says, brethren, be strong in the Lord. Já, bræður, verið máttugir í drottni. The Bible talks about 2 men. Biblían talar 2 konar personur. One built his house on the rock, Einn byggði húsið sitt á kletti and one built his house on the sand. og hinn byggði húsið sitt á sandi. But the Greek translation, the And- original, doesn't say on the rock. En gríska þýðingin talar ekki klett. Doesn't say on the rock, doesn't say under the rock. Stendur ekki, hún segir ekki ofan á says eða undir klettinum, heldur, In the cave of the rock. já, í helli klettis. As Jesus put Moses in the cave of the rock. Eins og Móses fór inn í helli klettsins. I remember I was in the mountains with the youth, we were camping, Ég var einu sinni með æskuliðnum í kirkjunni að tjalda and the storm came so strong it would have thrown us off the mountain. og við vorum upp á fjalli og þá kom svo mikill stormur að hann hefði hent okkur af fjallinu. And we found the cave, and that's where we hid until the storm stopped. Og við fórum inn í þennan helli og við földum okkur þar þangað til að stormurinn lægði. And the man who built his house on the sand, En þessi maður sem byggði húsið á sandi, the Bible doesn't say on sand. Biblían segir ekki á sandi. The Greek word is potamos, Potamos er gríska orðið sem er notað. that means on the dry river bed. Þetta er á uppþornuðum árfarvegi. In Palestine, it rains twice a year, Í Palestínu rignir 2 á ári, in April and in October. í apríl og október. When the rain comes, Þegar rigningin kemur, the snow melts from the mountains, þá bráðnar snjórinn upp í fjöllunum and big rivers come. og þá koma vatnsmiklar ár. I've been there in the summer, Ég hef verið þar á sumrin and the river was totally dry. There was no water. og það var alveg þurr árfarvegur þegar ég var þar. And I've been there in April, Ég hef verið þar í apríl líka and the river was over 1.5 kilometers wide. og áin var þá yfir 1,5 kilometra á breidd. The whole valley was covered in water, Bara allur valurinn var fullur af vatni and the water was fast, bringing trees from the mountain, trunks of trees. og vatni kom hratt niður upp hlíðarnar og þá komu trjádrumbar með. The man put his house on the dry river. Maðurinn hann byggði í árfarveginum. When you want to be protected, Ef þú vilt vera varinn, you need to put your house in the Lord. þá þurfum við að byggja húsið ykkar í drottni. As Jesus Eins og Jesús sought strength from the Father, leitaði styrks hjá föðurnum so we need help from God. og þannig þurfum við líka að fá styrk frá föðurnum. Jesus says Jesús in segir John 15, í Jóhannesi 15, I am the vine, you are the branches. ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar. Separated from me, you can do nothing. Ef að þið eru ekki á mér, þá But getið if ekkert you gert. remain in me En ef þið eru í mér and I in you, og ég í ykkur, you will produce fruit. þá munið þið framleiða ávexti. Jesus also says, Christ, Paul says, the Bible says, Christ in you, the hope of glory. Biblían segir Kristur í þér von dýrðarinnar. The single safety you have against Satan
is to be continually connected with Christ. Eina leiðin fyrir þig að vera varin fyrir Satan að vera stanslaust í Kristi. Now, I want to emphasize again, there is no other power that we have except to have God's presence. Það engin annar máttur sem við getum gengið að heldur en að vera í návist Drottins. We need to make sure that we are continually connected. Við þurfum að vera alveg vissum að vera stanslaust tengt. Let's move to the second one, in prayer. Förum í annað atriðið, bænin. It says pray all the time with all prayers and petitions. Biðjið án afláts og I'm going to tell you, Satan is not afraid when you go to church. Satan hefur engar áhyggjur af því að þið séu að fara í kirkju. So many people go to church Það svo mikið af fólk sem fer í and kirkju then they go home, og svo þeir fara heim and in the church they are the lamb, og þegar þau eru í kirkjunni and at home they are the beast. það eru lamb í kirkjunni en skepnur In the heima. church, oh, happy Sabbath, happy Sabbath. Gleðilegan hvíldardag. So good to see you. Gaman að sjá þig. I love you. Ég elska þig. At home, Að heima, they eat one another. það éta hvort annað. In the church, they don't eat meat. At home, they are cannibals. Já, hérna í kirkju borðaði ekki kjöt en svo eru þau mannætur heima. Not everybody. Not everybody. Ekki allir samt. But Satan is not afraid of people who go to church. En Satan hann ekki hræddur við fólk sem fyrir kirkju. They go to church and they sleep. Sumir On fara the í chair. kirkju og sofa. Satan is not afraid when you eat healthy. Og Satan hefur engar áhyggjur af því að þú He's a borðar holy man. He eats tofu. Hann heilagur, hann borðar That's tofu. good. Þetta gott. You should eat healthy. Þú átt að borða But það. Satan is not afraid of tofu. En Satan hann ekki hræddur við tofu. Satan is not afraid when you sing in the choir. Og hann hefur ekki áhyggjur af því að þú ert að He's not syngja. afraid when you go to camp meeting. Ef þú ert að syngja eða fara á æskulýðsmót. Satan is not afraid if you do evangelism. Eða ef þú ert að boða trúna. But Satan is afraid when you pray. En hann hræddur þegar þú biður. Because when you pray, you call God's presence. Af því að þegar þú biður þá ertu að kalla And Drottin. Satan is not afraid of your forms of religion, but he is afraid of God. Hann hræddur við það. Hann ekki hræddur við form trúarinnar. At the sound of fervent prayer, Hljómur sannrar trúar. Satan and his angels tremble and flee. Satan og englar hans þeir skjálfa og flýja. By the way, there is a book that says Það er prayer is the breath of the soul. Það bók sem segir bænin andadráttur sálarinnar. I've never in my life seen anybody breathing 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening and stay alive. Ég hef aldrei séð neitt anda 500 á mótnana, 500 á kvöldin og bara lifa það af. If you want to stay spiritually alive, you need to keep praying as you need to keep breathing. Ef þú ætlar að vera andlega lifandi þá þarft þú líka að stunda bænina. Now, I want to emphasize very clearly. Mér langar að leggja áherslu á The Bible says pray without ceasing. biðjið án afláts. That means pray continually. Það þýðir að biðja án That þess að stoppa. doesn't mean that you stay on your knees and don't go to work. Það þýðir ekki þegar að vera á hnjánum og fara ekki í vinnu. That means that you are continually connected with God. Það þýðir að þið eru í stanslausri tengingu við When Guð. you go to work, Þegar þú fer í vinnuna, when you drive, þegar þú keyrir and so on. og svo framvegis. Never separate from God. Aldrei að fjarlægjast Guð. Always in relationship. Alltaf í tengslum. Let's move to the next one. Förum við næstu In hver. the word, how do you protect yourself from Satan? Í orðinu, hvernig verð þú þig fyrir árásum Satans? With the word. Með orðinu. The Bible says, thy word is a lamp unto my feet. Biblían segir orð þitt er lampi fóta minna. Oh, by the way, not only that the Bible gives you understanding, Biblían gefur þér ekki bara skilning, the Bible helps you know God. hún hjálpar þér líka að þekkja And the Guð. Bible says to know God is life eternal. Og að þekkja Guð er heið eilífa líf, segir Biblían. But it's more than that. En þetta er meira en það. The Bible says that in the last time, besides many crises, Biblían segir á hennu síðustu tímum there will be spiritual crisis þá mun vera mikil andleg krísa and apostasy. og fólk mun falla frá trúnni. People will come with all kind of strange, crazy theories. Og fólk kemur með alls konar skrýtnar hugmyndir trúna. And we see that in the church. Og við sjáum það líka í kirkjunni. People who no longer believe in Trinity. Fólk sem trúir ekki ennþá People who no longer believe in 6 days creation. á þrenninguna eða Guð hafi skapað á 6 dögum. People who no longer believe in the sanctuary.
Fólk sem trúir ekki People- á musturistjónustuna, who start going crazy with all type of theories. fólk kemur með alls konar kenningar. How do you protect yourself? Hvernig verndar þig? With the word. Með orðinu. You need to stand on the Bible. Þið eru að standa á Biblíunni. You need to study the word. Þið þurfum að rannsaka It Biblíuna. is God's word. Þetta er orð Guðs. If you don't study the Bible, Ef þú rannsakar ekki Biblíuna, Satan doesn't come to you with crazy theories. He comes with the truth, and this is the truth with a little error. Satan kemur með sannleikan sem hann blandar líka við villu. Basically, you need to know your Bible. Þú þarft að þekkja þína Biblíu. So closely will the counterfeit resemble the truth that it will be impossible to distinguish between them. Það mun vera svo líkt hennu raunverulega og hennu sanna að það verður ekki hægt að sjá munin. Pray Biðjið and study. og rannsakið. Because if you know the Bible, Af því ef nobody can deceive you. þekkið Biblíun ykkar, það getur enginn blekkt ykkur. But let's go to our subject. Finally, En við skulum fara að efninu. how do you defend yourself against Satan? Hvernig verður þið gegn Satan? In the armor of God. Með brynju Guðs. It says there, put how much of the armor? The whole armor. Þarna stendur að við erum að klæðast alvæpni Guðs. Anybody remembers the legend of Achilles Það from the Greek mythology? munið eftir góðsögninum Akkilesarhælinn. The legend says Svo segir góðsögnin that when a baby was born, að þegar að barn fæddist, if the baby was immersed in Styx River, eða var sett ofan í ána the baby would never die. þessa sem hann nefndi, þá Would be invincible. myndi barnið aldrei deyja og vera ósigrandi. So when Achilles was born, Þannig að þegar Akkilles his fæddist, mother took him from the foot þá tók mamma with the head down, á hælnum and the legend says the mother immersed him in Styx River. og hún sett hann onni í þessa á sem hann nefndi. But the mother could not touch the river because she was not a newborn. Já, hún vildi ekki snerta ána því hún var ekki nýfædd. So the mother didn't immerse the foot of the baby because she was holding him by the foot. Hún setti náttúrulega ekki hælinn onni eða fótina því að hún hélt fótinn. And the legend says that he could not be killed. Og góðsögnin sagði að það var ekki hægt að And drepa mann. everybody knew that Achilles cannot be killed. Og það vissi allir að það var ekki hægt að drepa hann. He would fight 50, 100 people and he would always stay alive. Og hann var að berjast við kannski 50 og 100 manns og But the legend says hélt alltaf lífi. that one time he was walking Eitt sinn var hann að ganga and an arrow came and hit him in the foot og svo kom og hitt hann and á he bled to death og hann blæddi til dauða. because the foot was not immersed in the river Af því að fóturinn hafði ekki farið á njána. and the foot was not invincible. Og fóturinn var ekki ódrepandi. That's just a legend. Þetta er bara góðsögn. It has a lesson for us. En við getum lært af henni. Satan is going to attack you wherever you are vulnerable, Satan mun ráðast á þig þar sem þú ert sem viðkvæmast. in your weak points. Að þar sem að þú ert veikastu If you fyrir. are covered by God all except your head, Satan is going to attack your head. Ef að drottin setur sína vernd yfir því nema höfuð, þá If you mun are Satan ráðast á því þar. Covered all except your hands, Satan is going to attack your hands. Eða ef að Guð verndar allt nema hendina þína, Whatever is not covered by the armor of God. þá mun Satan ráðast þar. Allt það sem alvæpni Guðs fer ekki yfir. I was a kid, Ég var eitt sem barn, about 4 years old. 4 ára. It was a summer heat, like 43 Celsius. Það voru 43 gráður úti. I was playing outside Ég var að leika úti and I told my mom, I'm hot. og ég sagði mömmu mér er svo heitt And my mom put a little tab in the front yard og mamma setti bala út with water, með vatni, cold water. köldu vatni. And I got in the water and I felt good. Og ég fór í vatni og með leið vel. But I said, my head is still hot. En mér er heitt á höfðinu. And my mom said, get your head under the water. Farðu þá með höfuð onni í vatnið. And I said, maybe for 2 seconds. Kannski 2 sekúndur. And I got my head under the water. Og ég fór með höfuð onni í And then I vatnið got above. og svo upp And áttur. she says, are you cooled now? Yes, I did cool down. Þið kallt, ertu búin að kæla þið niður núna? Já. Many years later, Svo mörgum árum setna, I talked to my father. ég talaði I pappa. said, why do you pray so much? Ég spurði hann, akkur biður svona mikið? Every morning. Á hverju mótni? And he said to me, I pray until I'm covered by the presence of God. Og ég bið þangað til að nærvera Guðs hýlu mig alveg. Until I am filled with God's presence, Þar til ég er fylltur af návist Guðs. I never leave my house without being filled with God's Ég presence. fer aldrei úr húsin að vera alveg fylltur af nærveru Guðs. As you charge your cell phone in the morning, Alveg eins og þú hleður símaðinn so I charge myself with God.
Og þannig þarf ég að gera mig until I am fully covered. þar til að Guð hýli mig And I alveg. said, what do you mean to be covered by God's presence? Hvað meinar eiginlega, sagði ég, með að vera And my father said, hulin Guðs nærveru? do you remember when you were small and you would get under the water? Manstu þegar þú varst lítill og fórst ofan í He vatnið? said, where was the water? Where was the water? Já, hvar var vatnið? And I said, all over. Bara út allt, sagði ég. He said, where? I said, Where? above, under, left, right, front, back, everywhere around me. Bara allstaðar mig, undir, niðri, við hlíðarnar. He said, when you'd get your head over the water, what would happen? En þegar höfðið fór upp úr vatninu, hvað þá? My head would hit. Þá hitnaði höfðið. Well, so what did you do? Og hvað gerður þá? I got under the water. Þá fór ég ofan í He vatnið. said, so that's what I do. Nú það sem ég geri. Whatever is not covered, Ef it's að, attacked. ef að Guð hýlur mig ekki allstaðar, You need þá to verð be- ég fyrir árás. Covered Þú þarft að vera hulin by the armor of God. af alvæpni Guðs. But listen, very, very interesting. Þetta er áhugavert. The word armor Þetta sem að kallast á ensku brynja eða alvæpni hér in Greek, á grískunni in the original Bible, í upprunalega is biblíunni the word panoplia. er notað panoplía orðið. That in English we have the word panoply from. Það fáum við enska orðið panoply And the translation means a complete set that fully covers you, þannig að þetta er svona brynja sem að hylur þig algjörlega. offering complete protection around you. Vernda þig algjörlega. A full cover. Algjörlega. This word in Hebrew Þetta orð í hebresku is shalat. er shalat. And you find the word many, many times in the Bible. Og við finnum þetta orð oft í biblíunni. For instance, in Psalm says, Til dæmis í the sálmanum. angel of the Lord encamps around those who love him. Engil drottinn setur vörð kringu þá er óttast hann og frelsar þá. But the word is not encamps, it's shalat. The angel of the Lord goes around those who love him. Engil drottins fer alveg umhverfis þann sem hann elskar. Let me give you an example. Ég skal gefa ykkur dæmi. My wife and I, Kona mín og ég, when I was young, þegar ég var ungur, I was about 22 or 23. þegar ég var 22 eða 23, My wife was pregnant kona mín var with ólétt our first child. af okkar fyrsta barni. We went to church, Við fórum í kirkju and my wife, with a big tummy, says, honey, I'm tired, let's go home. og kona mín var vel ólétt og hún I said- sagði ég er þreytt og förum heim. I'm talking to the youth. Can we stay 10 more minutes? Og ég sagði, ég er að tala um unga He fólki, says- megum vera aðeins lengur. When you say 10 minutes, it's going to be 10 prophetic minutes. Þegar þú segir 10 mínútur þá er þetta eins You are og going to talk 10, for hours. þú mun tala í marga klukkutíma. Let's go home. Förum heim, I said, honey, just 5 minutes. bara 5 mínútur. Let's go home. I Nei. said, 2 minutes. Förum heim, She says, come on, please, let's go home. förum heim. I said, okay, you go, Far þú, and sagði you ég. see, as you cross the street to go to the bus station, Og þegar þú ert að fara yfir götuna og yfir til you strætósins, walk so slow, þú lappar svo hægt, I walk fast. ég lappar hægt, So you go slow, þú lappar hægt, I talk a few more seconds, Ég and then tala- I come. ég tala aðeins lengur og þú bara And she says, lappar og no, svo kem ég. please come. Nei, komdu. Honey, I promise, before you get to the bus station, I will catch up. Ég lofa því, áður en þú kemur að stoppustöðinu þá verð ég þar. She left. Hún fór, She gets down the sidewalk hún lappar svona af gangsetinni into the street á götuna to cross the street. til að fara yfir götuna. And instead of looking left and right to see if there Instead- is a car coming, Stað fyrir að líta til hægri og vinstri she walks in the street and she looks back and says, come on, please come. And she first- walks into the street. og þá segir henni kondi og lappar út á götuna. In that moment, Akkurat á there þessu was a car coming from the left on the highway, augnabliki þá kemur bíl, really fast. rosa fast, hratt menna ég, And I screamed, Dana! og ég hrópa Dana And she says, what? And she Ah. stepped in front of the car. og hún steig beint fyrir bílinn. And in that moment, I've seen what I've never seen in my life. Og þetta hef ég aldrei séð. Like circus, Þetta var eins og í acrobatics. Acrobatics. loftfimleikar. She did something like this with her legs and her hands, Hún var svona, but her tummy was back. en maginn var aftur And like somebody pushed her back from the tummy, og það var eins og einhver hafði and ýtt her henni. hands and her legs were getting behind like that. Henni var ýtt svona einhvern veginn And as she was pushed back, the car, og bílinn keyrði beint framhjá. and I said, how in the world did you do that? Hvernig fórstu að þessu? And she says, Hún sagði, I felt a hand pushing me in my stomach so hard that I Yes. could not breathe. ég fann eins og að vera hendi að íta mér svo fast ég gæti ekki trúa því. And she says, so hard Hún sagði, svo that it fast pushed me exactly
when the car passed. og hann ýtti mér nákvæmlega þegar að bíllinn kom framhjá. Who was that? Hver var þetta? The Bible says the angel of the Lord. Engill Guðs. I give you another example. Ég ætla að gefa ykkur annað dæmi. About 3 weeks ago, Fyrir 3 vikur síðan, my wife that works for Adventist World Radio hún vinnur fyrir Adventist World Radio. sent me a picture Já, hún sendi mér mynd with one of their team. af einum sem vinnur þarna I have the picture in my cell phone. og ég er með myndina hérna. He went to Israel, Hann fór til Ísraels and from there he went to Palestine og þaðan fór til Palestínu to meet with a group of Muslims til að hitta múslima hóp who accepted the gospel sem hafði tekið við fagnaðar erindinu and to baptize them. og til að skýra það. But another group of Muslims learned about that, En það kom annar hópu múslima sem and they fréttaði went to shoot him. og þeir ætlaði að fara að skjóta hann. And when he left, Og þegar hann fór, he heard the gun, you know, þá var skotið á hann and he instantly og hann leið noticed that the car pushed the brake. But he didn't push the brake. The car stopped. Hann fann fyrir að það var eitthvað sem And bullets bremsaði. went like in front of his head. Já, það var eitthvað sem bremsaði And bílinn then the car accelerated alone. And the bullets went behind his back. Já, kúlurnar flugu fyrir framan hann, svo fór bílinn áfram og þá And- komu kúlurnar fyrir aftan hnakkan. He showed us the picture of the holes in the car. Hann sýndi okkur götin á bílnum. He went to the police. Hann fór til lögreglunnar And they said the car has so many holes. og þeir sögðu bílinn var með svo mikið götum. It's impossible to stay alive. Það var ekki hægt að lifa They þetta. should have hit your head many times. Þeir hefðu átt að hitta höfðið oft. And he said the car stopped and then accelerated. Bílinn stoppaði og fór sér á stað. And they said, yeah, stories. Já, þetta er nú meiri sagan, sögðu þeir. The angel of the Lord. Engil drottins, The word is shalat. orðið er In sjálf. Greek, panoplia. Gríska, panoplía. In the Bible, in 2 Kings, Í biblíunni annarri konungabók, chapter 6, í 7. kapla, there is war between Syria and Israel. þar er stríð milli Ísraels og Sýrlands And the Syrian king says, og Sýrlands we are going to attack them there. og konungurinn frá Sýrlandi segir And then Israel knows. við ætlum að ráðast á And the okkur. Syrian king says, who tells them what we plan? Og Sýrlandskonungur spyr hvernig vita þeir hvað við And erum one of the áfram? soldiers says, nobody. Það er engin. There is a prophet, Það er spámaður and God tells him what we talk here. og spámaður He segir says, þeim go get the prophet. og hann segir náðið spámaninn. In the morning, Á mótnana when the servant wakes up, morgunin þegar he að says to the þjónninn- prophet, wow, the mountain is surrounded by the Syrian army, we are dead. Já, og þegar að þjóttspáman sem vaknar og sér að það er mikill her fyrir utan And the prophet says, Lord, open his eyes, please. og hann verður hræddur þá segir hann drottin opnaði augu hans And he sees angels surrounding the mountain. og þá sér hann engla í kringum fjallið. The Bible says the angel of the Lord, Biblían segir að engill drottins, just because you don't see them, ekki þó svo þú sjáir hann that ekki, doesn't mean that they don't exist. það þýðir ekki að þeir sé ekki til. When you go to heaven, Ef þú fer til himna, God is going to show you the film of your life. þá munum þið sjá bíómynd lífs ykkar. And I'm going to see how the angel of the Lord protected my wife. Þá mun ég sjá hvernig engill drottins varði I'm going to see konuna how the mína angel of the Lord protected my father. og hvernig hann varði pappa. And that's what it says here when it says, put the whole armor. Settu alla brynjuna. Make sure that you are covered by God's presence, Vertu viss að Guð surrounded by his angels. sé yfir þér og Never go alone. ekki fara einn. Always make sure that you put the whole armor of God. Vertu alveg viss The að helmet, setja á the þig shield, alvæpnið, the breastplate, hjálm, the sword, and so on. hjálmurinn. Now, this is another sermon when I explain every single one what it means, but we don't have time. Við höfum ekki tíma fyrir þetta núna. But I'm going to explain one. En ég ætla að útskýra eitt fyrir ykkur. Listen, it says the sword of the Spirit. Hérna stendur sverð andans What is the word of God? sem að orð Guðs. The sword of the Spirit. Sverð andans. But listen carefully. Hlustuðu vel. I'm going to explain something here that is very interesting. Ég ætla aðeins að útskýra þetta fyrir ykkur sem er mjög áhugavert. The Greek word for sword is a different word. Gríska orðið fyrir sverð annað orð. Here in this verse,
is not the word is from Greek is makaira. Is not sword. Is not translated sword. Þetta er makaía, ekki sverð. This is what it means. Þetta er það sem það þýðir. This is a makaira. Þetta er makaíra. It's not a sword. Þetta er ekki A sverð. sword is big. Sverð er starra. Makaira is a knife. Þetta er eins og hnífur. It's a knife with two edges, Það eru tvær brúnir, very sharp. mjög beitt, So sharp, if you read on the internet, svo beitt. if you put it on a tomato, Ef þið setið á tómat, you don't need to move or to push. þarf ekki að hreyfa það. Just from the weight of the knife, it goes to the tomato. Bara þyngdinni fer það í gegnum tómatinn. It says in the internet, they could shave with this knife. Þeir gáttu raka sig með þessum hníf. This knife was so sharp. Hann var svo beittur þessi hnífur. It says that it was used only in close combat. Þetta var bara notað þegar fólk var að berjast svona persónlegri It baráttu. says that if the enemy was big, Ef óvinnur var stór, Schwarzenegger, eins og Schwarzenegger, and you were small, eða lágvaxinn, Danny DeVito, Danny DeVito, and the enemy got close to og you, ef óvinnur kom nálægt, and you could no longer throw arrows, þá gast ekki skotið örvum, and the enemy grabbed you, og óvinnurinn greip þig. when it was fight body to body, Þegar maður var að berjast svona einn and á the móti enemy einum, was so strong and you had not a chance, og óvinnurinn svo sterkur að maður gæti ekki you neitt, had the makaira here. þá varum maður með þennan hníf hérna, And you take the makaira, tekur hnífin upp, and it was so sharp that it would cut even the bone. og þetta myndi, hann var svo beittur og hann var hættulegur. It was deadly. Þannig að þetta var afar hættulegt. And the Bible says that Biblían when segir Satan attacks you, að þegar að Satan ræðst á þig, you use the sword of the Spirit. þá átt að nota sverð andans. What is the sword of the Spirit? Og hvað er sverð andans? Very simple. Mjög einfalt. The sword of the Spirit, that is the word of God. Orð Guðs. It explains. Þetta er útskýrt þarna. The sword of the Spirit, that is the word of God. Það er orð Guðs. What does it mean, the word of God? Hvað þýðir þetta? Orð Guðs. Did you ever think about using the word not just to read, but as a fighting weapon? Hafið þið hugsað að ekki endilega að lifa af heldur til To þess use að the berjast? word for defense and offense? Notið þetta til þess að bæða verjast og ráðast gegn? Because usually we use the word just to read. Stundum notum við þetta bara til að verjast. It says the sword of the Spirit, that is the word of God. But for the word, Sverð andans sem að er orð Guðs, in Greek, the word en muniði is logos. að orðið er logos. But here is not logos. Hér er ekki verið að nota logos. Here is rema, that we have the word rhyme from. Já, rema, það kemur orðið rím. So what means rema? Hvað þýðir rema? Logos means word or speak. Logos þýðir orð eða tala. But rema means a whole paragraph. Rema þýðir öll setningin. And it says that if you use a Bible paragraph, you can defend yourself against Satan. Þannig að Biblían segir að ef við notum setningar úr Biblíunni þá getum við varist gegn Satan. Jesus says, men don't live only with bread, Jesús segir maðurinn lifir ekki af brauði einu saman, but with every word. heldur að hverju því orði, And here again is not logos, is rema. og aftur er þetta ekki logos heldur rema. Basically, Jesus says that if you use Bible quotations or Bible paragraphs, Ef þú nota setningar úr you Biblíunni, can live with it. þá getur það haldið þig í lífinu. How did Jesus know what paragraph to use? Hvernig vissi Jesús hvaða setningar átt að nota? Jesus was attacked by Satan in the wilderness 3 times. Satan réðst að Jesú þrisasinnum í And every auðmörkinni, time Satan came, og hvert getur Jesus used the word to defend himself. þegar að Satan kom, And he said, it is written. þá sagði You Jesús, remember? það er ritað, And every ritaður. time when Jesus used the word, Satan left. Og þegar að Jesús gerði þetta, þá fór Satan í burtu. When you use the Bible, Þegar þið notið Biblíuna, when you use the Bible, Satan cannot argue with you. þá getur Satan ekki rifist við þig. The Bible is a sword that you can defend and you can attack the enemy. Þú getur varist og ráðist á óvinnin. How do you know what word to use? Hvernig veit ég hvaða orð á It nota? says that the Holy Spirit will remind you what to say. Það stendur að heilagurandi muni minna þig á hvað á að segja. Now, there is no way to remember something that you have never learned.
Þið getið náttúrulega ekki munað neitt sem þið hafið ekki lært. You cannot recall it out if you never stored it in. Þið getið ekki munað eitthvað sem þið hafið ekki geymt í huga ykkar. The Bible says, I store thy word into my heart Biblían segir, ég geymi orð þín í hjarta mínu, that I may not sin against you. svo ég megi ekki syndga gegn þér. I store my word into my heart. Ég geymi orð þín í hjarta mínu. Listen, folks. When I was a kid, Þegar ég var barn, my mom would teach me every day 2 Bible verses by memory. þá kendi mamma mér 2 biblíuvers á dag Every day. til að læra utanbókar. Since I was 3 years old. Frá því ég var 3. 2 verses a day. 2 vers á dag. You know how many are in a year? Vitið hvað það eru mörg á ári? Over 700 verses by memory. Yfir 700. In 2 years, 2 árum, in 10 years, 10 árum. until I went to high school, every day. Á hverjum degi þannig til 2 ég fór Bible verses. í menntaskóla. And then she started to teach me paragraphs Svo kendi hún mér setningar from the spirit of prophecy. frá Ellen White. And so imagine Ímyndið how ykkur. many Bible chapters I knew by memory. Hvað haldið þið að ég kunni marga kapla And the more you exercise your memory, the better memory you have. Og því með meira sem þú þjálfa minni, því með betra minni færði. When I went to the seminary, Þegar ég fór á námskeið, I read the manual, the whole manual, þá las ég allt sem var námskeiðið. and then I told the teacher, Svo sagði ég kennaranum, open the manual somewhere, wherever you want, opnaðu bókina hver sem and read me the first line. og lestu fyrstu línuna He fyrir said, mig. why? I said, just do it. Og hann sagði, akkur, He read the first line, and then I recited the whole page by memory. Og þá fór ég með alla blaðsíðuna utanbókar. When I went to my church, Svo þegar ég fór í kirkju, they introduced themselves. My name is so-and-so, my name is so, I work this, I have so many children. After they finished, I told them, your name, how many children, where you work. I memorized everything. og svo þegar ég fór í kirkju, þá var ég að spyrja fólki nafn og fjölskyldinu og þeir sögðu Because allt og ég when you myndi allt. exercise a muscle, the muscle develops. Ef þið æfið vöðvan, þá verður vöðvin If you sterkur. exercise your memory, the memory grows. Ef þið æfið minni, þá verður minni stert. And the spirit of prophecy says Og Ellen White segir, that the Bible is the best way to exercise your brain Biblían besta leiðin til and þess to að develop wisdom æfa minni and to og discern between what is good and what is evil. æfa visku og líka að vita hvað er gott og hvað er slæmt. And this is what happened. Þetta er það sem gerist. Because I memorized so many Bible verses, Og því ég legði á minni svo mörg every time I was discouraged or I was attacked or I was struggling, svo ég var búin að læra svo mörg a biblíuvers Bible verse would come to my memory að þegar ég var leiður that would encourage me. þá kom biblíuvers í huga minn. Every time I talk to somebody and they ask a question, Og hver skipti sem einhver spurði mig a spurningar, Bible verse would come to my memory þá kom upp and I would biblíuvers answer them right away. og ég svaraði strax. Because the Holy Spirit would remind you exactly what you need. Að því að heilárandi minnir það á hvað þú þart. So listen, folks. Hlustiði vel. The spirit of prophecy, you can say the spirit of prophecy, Andi spátumskáfunar says, segir do not read a lot from the Bible. ekki lesa Do not read a lot from the Bible. ekki lesa endilega mikið magn She í says if biblíun. you read a lot, Ef þið lesið mikið, you will not remember anything. þá munið þið ekki muna neitt. She says read 1-2 verses at a time. Lesið þið nokkur vers í einu. Did it ever happen to you? You read a lot and then you don't remember what you read. Hafið þið lent í því að lesa mikið og muni ekki neitt. She says read 1-2 verses. Lesið þið 1-2 vers, But then she says En svo pray s- over it svo segir hún byðjið and then þið read them again. og lesið þið svo aftur. And then she says pray again and ask God for wisdom Byðjið þið aftur, and for the Holy Spirit. byðjið Guð að gefa And ykkur then read visku, again the same 2 verses. gefa ykkur visku og lesa And aftur. then she says think about it. Chew it, digest it, meditate. Hugsið þetta, veltið þessu fyrir ykkur, Because men don't live only with bread, but they live with the word. af því að fólk lifir ekki að brauði einu Just read saman. it again. Og svo sagði hún lesið aftur And then she says commit it to memory, memorize it. og leggið þetta á minnið. If you don't need to be smart. Þið þurfið ekki að vera gáfuð. If you read one Bible verse 15 times, you will remember it. Ef þið lesið 1 biblíuvers 50 sinnum, þá munið þið muna það. But if you read one Bible verse 15 times, and tomorrow another one 15 times, and tomorrow another one 15 times, Ef þið lesið þetta á hverjum degi nýtt og nýtt vers svona oft and you memorize one Bible verse a day, og þið leggið 1 á minnið á dag, in 1 year you have memorized 360 Bible verses. þá er þið búin að leggja minnið 365 In 10 years, biblíuvers og á 10 árum 3,600 Bible verses. þá er það 3600. Then the Holy Spirit will have a way to remind
you what you need. Þá getur heilagur andi minnt ykkur á When you are discouraged, hvað þið þurfið á að halda, when you don't know what is going on, þegar þið vitið ekki hvað er í gangi, when you need help, þegar þið þurfið hjálp, when you need direction, þegar þið þurfið when you need leiðsögn, to talk to somebody. þið þurfið að tala The við. Holy Spirit will remind you exactly what you need. Heilagur andi mun minna ykkur á hvað The þið Bible says, listen, that you will hear a voice telling you the direction. Takkið vel eftir, Biblían segir að þið munu heyra rödd sem segir ykkur í hvað áttið þið að fara. That's the Holy Spirit reminding you. Þetta er heilagur But andi, if you didn't store the word, there is nothing to remember. þetta er heilagur andi sem er að minna ykkur á, en ef þið geymdið ekki neitt í heilanum þá er ekkert hægt að minna ykkur á neitt. I'm going to move on because we need to finish. Við þurfum að halda áfram. How do you memorize the Bible? Hvernig leggjum við Biblíuna minnið? Saturation. That means again and again and again. Aftur og aftur og aftur og aftur, endurtekning, Repetition. endurtaka aftur, Repeat the same verse many times. segja þetta aftur og aftur. Memorization. Oh, songs. I like this one. Já, þetta er það sem ég líka vel við. The Bible says, Biblían segir, listen, let the word látið orðið dwell in you. búa í yður, Let the word dwell in you, live in you. búa í yður. How? Hvernig? By songs and hymns. Með söngum og sálmum. Do you know that you can memorize the word by singing Bible songs? Vitið að það er hægt að leggja Biblíuna minni með því að syngja? I'm going to teach you how. Ég ætla að kenna ykkur hvernig. For instance, Til dæmis, do you know this song? In heavenly armor we enter the land. In armor. The battle belongs to the Lord. kannist þið við þetta lag? No. I have a story related to this song. Ég er með sögu sem tengist þessum I was lag. in first grade, I was 6. Ég var 6 ára í fyrsta bekk And my cousin and I went to countryside to visit our grandparents. og við frendurnir fórum saman í And as we sveitina, walked, heimsækja ömmu og there afa. was a bunch of Romanian Carpathians sheepdogs, Það sem vorum að labba þá var mikið af svona stórum hundum, big dogs, mjög stórum hundum vicious. og hættulegum And they attacked us. og þeir réðust á. Like 10, 15 dogs. Svona 10-15 hundar. They left the sheep and they, you know. Þeir fóru frá kindunum sem þau voru að And gæta my og, cousin started to cry, oh, the dogs are going to kill us. og frændi fór að gráta og var hræddur. And I don't know why, Ég veit ekki af hverju. but I got down Ég fór niður and I started to sing this song. og ég söng þetta lag. The battle belongs to the Lord. Baráttan tilheyrir Guði. And I've never seen that in my life. Ég hef aldrei sungið þetta The áður. dogs stopped Hundarnir hættu and two of the dogs did like, og hundarnir gerðu svona. have you ever seen a dog turning the head like, Hafið þið séð hund gera svona? and then they looked, they, you Þeir, know, and I was singing ég var að syngja, and some of them turned around sumir bara fór and tilbaka the two of them came to me and they put their head like this and I started to pet them. og tveir af þeim komu og létu mig klappa sér. And my cousin says, I didn't know the dogs are afraid of songs. Já, og frændi sagði, ég vissi ekki að hundra verið hrætti við lög. But songs have power. Söngvar hafa kraft. When you sing scripture songs, Þegar þið syngið Biblíuna, remember þá munið þið when betur. King Saul was demon possessed, Munið þegar Sál konungur var fylltur when illum anda David would play songs, og þegar Davíð spilaði the demons would leave. og söng þá fóru djöflarnir. When you recite Bible or sing Bible, Satan leaves. Þegar þið syngið Biblíuna þá fer That's a Satan. good weapon against Satan's attacks. Þetta er mjög gott vopn gegn árásum Satans. For instance, do you remember the song, Seek ye first the kingdom of God? You know the song? Yes. What about this one? Give thanks with a grateful heart. Come on, sing it. Give thanks to the Holy One. Give thanks because... You know the song? Já, Okay, what about this one? You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid I will to trust. stay People don't sing anymore. Folk You see er- Christians and they're like, Fólk er hægt að syngja, maður sé I'm Krist. happy in Jesus. Ég glaður í It's Jesús. like they are hit in the head with a baseball bat. Það er eins og það er búið að berja það í höfuðið. How can you call anybody, come to church and you'll be happy like me?
Hvernig er fólk að fara að hlusta á eitthvað að segja, komdu í kirkju og verðu glaður ef þú ert í fúlu skapi? If you believe in Jesus, Ef þú trúir á Jesú and if you believe that Jesus has forgiven you, og þú trúir því að Jesús hafi and fyrirgefið that Jesus loves you, og að Jesús elskar and þig that Jesus comes soon, og hann kemur brátt aftur and you'll spend eternity with him, og þú munt vera með honum and there will alla be eilífð no more problems, no more diseases. og það mun ekki vera neið vandamál. Shouldn't you sing? Ættu við þá ekki að syngja? Yes. You hear them sing in the church. Jesus loves me, this I know. Come on. Shouldn't we be the happiest people on earth? Ættu við ekki að vera glaðasta Because we fólk? have the greatest possible hope. Af því að við erum með svo mikla von. That's what the Bible says. Sing. Biblían segir, syngið. People no longer sing. Fólk er alveg hægt að syngja. When you don't sing and focus on problem, you get depressed. When you sing, it gives you joy. Ef þið eru bara einblíð á It gives you a vandamálin different perspective. og svo syngið þið, þá verður But þið glöð. when you sing Bible songs, En þegar þið syngið Biblíuna, Satan leaves you alone. þá lætur Satan ykkur vera. If you want Satan to stay away from your home, Ef þið viljið að Satan haldi sér frá read the ykkur, Bible, lesið Biblíuna, sing songs, syngið þið, pray prayers, biðjið þið. and that would protect your home from Satan's presence. Þetta mun verja heimili ykkar. Because this spiritual war is real. Því að þessi andlega baráttu er Just raunveruleg. because you don't see the angels doesn't mean they are not there. Bara því að sjáðu ekki englana, þá þýðir samt ekki að þeir séu ekki þarna. Around us there is war. Í kringum okkur er Good stríð. angels and evil angels all the time. Góðir og slæmir englar. For instance, when Daniel prayed, Til dæmis þegar Daniel bað, angel Gabriel comes þá kemur and Gabriel. says, I had to fight this and that, and it took me 21 days to fight. Ég þurfti að berjast við þetta og þetta og það tók mig 21 daga að koma hingað. But, so, the last one is memorization. Og svo að lokum er það að leggja minnið. Like you memorize Bible verses. You know these Bible verses. You are my refuge, you are my strength, a very present help in trouble. Þú ert styrkur minn og hæli, örugg hjálp í nauðum. In my distress, I called the name of the Lord and he answered my prayer. Þegar ég er í vandastattur þá kalla ég á drottin og hann svarar. Commit your ways to the Lord, trust in him, and he will do it for you. Ég treysti drottni fyrir því ykkur vegum. And wait patiently on him. It says that you need to memorize verses. Það stendur að þið þurfið að leggja minnið Let's Biblíuna. finish. One more point and we stop. Og eitt atriði. It says, pray all the time in the Spirit, Biðjið án aflóts í anda. in the Spirit. Í anda. How do you pray in the Spirit? Hvernig eigum við að biðja í anda? That means to be inspired by the Spirit, Það þýðir að vera to innblásin pray according to the Spirit's will. og biðja samkvæmt vilja andans. So you don't pray what you want to pray. You pray what the Spirit says that you should pray. Þú biður það sem andin vill að biðja. Because you think you need this, Þú heldur þú þurfir but you þetta. don't know the whole picture. Þú veist ekki You allar don't myndina. know the future. Þú veist ekki You fram. don't know what's going to happen. Þú veist ekki hvað er í And gangi. the Spirit knows the future. En God andin, knows the end from the beginning. Guð veit endan That's frá. the reason the Bible says in Romans chapter 8 Þess vegna segir Biblían í that the Rómarbréfinu. Spirit has to intercede for us because we don't know what to ask. We don't know how to pray. Andin þarf að biðja fyrir okkur því við vitum ekki hvað um að biðja um. So don't just pray. Ask God, what do you want me to pray for? Ekki bara biðja. For instance, Spyrjið þig I was Guð. driving Einu sinni var ég and I að prayed, Lord, is there somebody that you want me to pray for? Ég bað til Guð, svo spurði, And God impressed me, call so and so. er einhver sem þú vilt að ég biði I fyrir? said, why would I call that man? Og hann sagði mér að I'm in hringja America, he's in Europe. og ég hringdi í einhvern, ég átti að hringja í einhvern I mann. never called him in 10 years. Ég hafði ekki hringt í henni 10 ár And he never called me. og hann hafði aldrei hringt í Why mig. would I call him? Akkur átti ég að hringja hann? And God impressed me, call him. Og Guð sagði, So I called him. hringdi hann og ég He hringdi. says, wow, how did you know? Hæ, hvernig vissir þú? I said, what to know? Hvað á ég að vita? He says, I was in a meeting Ég var á fundi and we need to make a decision, og við þurfum að taka ákvörðun. need advice. Ég þarf ráð. So I got outside the meeting, Ég fór út I took fyrir, my telephone tók upp síman and I was dialing right now to call you. And in the moment I started to call you, you called me. og þegar ég ætlaði að hringi þá hringdi þú í He mig. says, how did you know? Hvernig I vissir said, well, þú? the Spirit told me to call you. Af því að andin He said, sagði, are you serious? I said, yes. ert að meina þetta sagði? To pray in the Spirit. Að biðja anda. Oh, let me give you a funny example. Mér langar að gefa ykkur gott dæmi. Our son, that one with the long hair, Sonur minn sem var með síðahárið when he was 3, þegar hann var 3, we were traveling from Bucharest
to the city in the south. Þá vorum við að ferðast frá Búkarest til borgar í suðri We were in the train. og við vorum í lest And in that time, it was allowed by law to smoke in public og places. þá var leyft að reykja þarna And in the train, there was a lady, she was smoking like a snake. og þarna var kona sem að reykti stanslaust And there was a lot of smoke in the compartment. og það var mikill reykur þarna inni í And I was lestarklefanum og ég var að hósta. And I told my wife, she's gonna kill us. 5 hours in the train, she's gonna kill us. Hún á eftir að drepa okkur þessi kona, sagði. And Dovi says, Daddy, why don't you pray? Og strákurinn sagði, I said, come on, pappi, leave me alone. allar ekki að biðja bara. Æ, láttu mig í friði. And Ovi, 3 years old, Og þessi 3 ára, got on his knees in the train. fór hann hér. Lord, tell me what to tell this lady, please. Og drottinn segði mér hvað He ég got segja þessa up konu. and he says, don't you care that you kill us? Please stop smoking. Og hann sagði, þið sama, viltu hætta And að the lady reykja? says, leave me alone. Og konan sagði, I láttu mig í said, frið. Ovi, keep quiet. Leave her Og alone. við sagðum bara, láttu hann að jaga sig. Daddy, leave me alone. I prayed and God told me to tell her. Guð sagði mér að tala við þessa konu. And then he says, Lord, give me wisdom because this lady doesn't listen. Og hann sagði, Guð gef mér visku því að þessi kona ekki að hlusta á mig. He heard my sermon, you know. Hann heyrði greinilega And he says, ræðina hjá mér. if you don't care that you kill us, don't you care that you kill yourself? Fyrst þér alveg saman að drepa okkur. She says, no, leave me alone. Þér alveg saman að þú sért að drepa þig? And he says, lady, Og hann segi, kona, do you have children? áttu börn? She says, why? Akkurru? He says, do you have children? Áttu börn? She said, yes. Já. And he said, do you love your children? Elskar þú She börnin says, þín? yes. Já. Do you really love them a lot? Elskar þau She mikið? said, yes. Já. He said, well, if you smoke and kill yourself, your children will be in a foster home. Já, ef þú reykir og drefst, þá fara börnin á They will not be heimili. happy. Þá You verður need to ekki. stop smoking until you raise your children, and then you can smoke and kill yourself. Og þú þarf bara að hætta að reykja og vera fyrir börnin. And the lady says, Þá sagði konan, who told him to say that? hver sagði hann að segja þetta? I said, I don't know. Ég veit ekki. He prayed, Hann bað and the lady started to cry. og konan byrjaði að gráta. And she said, since my husband died, I am smoking, Eftir að and I maður am minn angry all the time, maður minn dó, and I am not good with my children. þá fór ég að reykja And she started to cry. og hún fór að gráta. 3 months later, she sent us a letter Og 3 mánuðir setna and said, since your kid talked to me, I stopped smoking. sendi hún mér bréf og sagði, drengurinn And minn, I started to pray, and my children are happy. ég hætti að reykja og nú eru börnin mín hamingjusum. Who told my son to do that? Hver sagði drengnum mínum að He gera? says, pray in the spirit. Biðið í andanum. Ask God, Lord, is somebody that you want me to help? Viltu að ég hjálpi einhverjum hérna? But then he says, pray with supplication. Og biðið líka með því að þrábiðja. Pray prayers with supplication. Já, bæn og beiðni. What means supplication? Hvað þýðir þetta með beiðni? In the dictionary, supplication means persistent, specific prayer. Já, þetta þýðir að vera að einblína á eitt atriði og vera stanslaust. Specific request. Mjög sérstök beiðni. Alveg einblína á This is eitt the last atriði. one we stop Þú ætlum að gera þetta og svo because hætti. I'm hungry. Ég er orðin svangur. But listen, folks. Hlustiði vel. If you want God to give you a specific answer, you need to have a specific request. Ef þið viljið fá bara einbeitt svar frá Guði, þá þurfa að vera einbeitt að If þið you biðja lost það. your car keys, Ef þið týndu but you bíllyklana, say, Lord, help me with everything. en ef þið segi, Guð hjálpaði mér með bara allt, If you want God to help you find the car keys, you need to be specific and say, Lord, help me find the car keys. þá þurfum að segja við Guð, hjálpaði mér að finna You, bíllyklana. you don't say, forgive my sins. Þú segir ekki, fyrirgefu syndi mína. You are specific if you want forgiveness. Maður þarf að tala nákvæmt. I'm going to give you one example and we finish. Og eitt annað dæmi þar við, My son is building a house. pappi, sonur hans er að byggja hús. He's 34 now. Hann er 34 ára He builds a house on the top of the mountain. og hann byggði hús upp á fjalli And he called me, og hann hringdi í mig. Dad, I'm in trouble. Pappi, ég er í vanda. I said, why? Af hverju? After COVID, after inflation, prices have doubled, have tripled. Eftir COVID þá hefur allt þrefaldast í verði And the money I have is not enough to build a house. og ég hef ekki lengur pening til þess að byggja húsið. I said, what do you do now? Hvað verður þú þá að gera núna? I am putting the foundation. Ég er núna að byggja undirstöðunar. I said, and what?
Og hvað þá? He says, I have so much for the foundation, Ég á svona mikið fyrir so much undirstöðnar, for the structure, svona fyrir so bygginguna, much for the framing, svona fyrir so much grindina, for the painting, so much for the electric, svona fyrir rafmagnið so much for the plumbing. og pípulagnina. And he says, everything is 3 times the price. Allt hefur þrefaldast. The foundation, I have about 9,000, 10,000, Ég á 9 eða 10.000 fyrir undirstöðnar and they wanted 22,000. og þeir vildu 22.000 Another business wanted 28,000. og aðri 28.000. He says, I don't have that money. Ég á ekki svo mikið pening. I said, did you pray? Ertu búin að He byggja said, það? yes. Já. I said, what did you pray? Hvað baðstu? Lord, help me with the house. Hjálpaðu I mér said, með húsið. son, the house is big. Sonur, húsið er It's stórt. going to take you 1 year to build it. Það mun taka heilt You need ár. to be specific. Þú þarfst að vera nákvæmur. What are you doing now? Hvað ertu að gera núna? Putting the foundation. Ég er að byggja I said, grunninn. you need to say, Lord, would you help me with the foundation? Þá þarftu að segja, drottin hjálpaðu mér But með I need undirstöðnar. the whole house. No, son, today you need the foundation. Nú gerur undirstöðnar. Ask today for your today's need. Don't ask today for tomorrow. Ekki fyrir það sem þú ert að gera á morgun, heldur fyrir það sem þú gerir í dag. Pick the manna of today. Týndu upp mannað í dag. And when tomorrow comes, Svo, you'll pick the manna for tomorrow. svo þegar morgundagurinn kemur þá tínur upp mannað á morgun. He said, nah, it's not important. Nei, þetta er ekki Then I said, why do you call me and ask for advice if you don't listen? Akkur þá ringi mig og biður ráð. He says, okay, daddy. Ok, pappi. He put his knee down. Hann I fór, said, Lord, would you help me put the foundation with the money that I have? og hann fór á hnén og bað Guð að hjálpa sér að byggja upp þennan grunn Because með peningi sem hann átti. I asked 3 businesses and all of them wanted more than 22,000. Og ég er búin að ringi 3 fyrirtæki og þau vilja alltaf mikið pening. But I want to spend only about 9,000 En ég vil bara verja 9.000 for the foundation. fyrir grunninn. Would you put the foundation for me? Viltu hjálpa mér með þetta? When he was praying, the neighbor comes to him Þegar hann var að biðja þá kemur nágranninn and til. says, oh, you build the house too. I build the house next to you. Nú, ertu að byggja? Ég er líka að byggja hérna. Big house. The neighbor has a big house. Hann er með stórt hús. And he says, I just put the foundation. Ég var bara að setja undirstöðuna núna. And he said, it was so expensive Það var svo dýrt. because they had to bring all those big machines up the mountain Af því að þau þurftu að koma allar stóru and vélunar all upp the concrete. og alla steipuna. It was 30,000. 30.000. And Dovi says, I know. Já, ég veit það. I don't have money. It's too expensive. Ég hef ekki efnað því. And the neighbor says, well, they just finished putting my foundation Þeir voru bara að gera þetta hjá mér, sagðan. and they brought too much concrete. Og þeir komu með of mikið sement með sér. And they have leftover concrete. Eða steipu. Og And they need to throw it away somewhere. þeir þurfa að henda þessari steipu einhver And staðar. the city doesn't allow them to throw away the concrete on the Og mountain. borgin leifir þeim ekki að henda þessari steipu bara And they hvar need sem to er. pay a place to allow them to dump the leftover concrete. Og þeir þurfa að borga fyrir að henda steipunni einhver staðar. And he says, talk to them. Talaði við þá. So Ovi talked to the team. Svo hann fór og talaði við þá sem voru að steipa. Can you pour concrete for me? Getið þið sett steipu hér líka? They said, yes. Já, sagði þau. This way we don't have to throw away the concrete. Þannig þurfum við ekki að We henda can use steipu. it for you. Við getum notað And we fyrir þessu. already paid for this concrete by the neighbor. Það er búið að borga fyrir þetta hvað sem er af And he nágrannanum. said, how much do you charge me? Hvað ætlar And the það? guy says, 2,500. Já, þú ert bara að borga 2.500. And Dollara. he used the leftover concrete from the neighbor Þannig að hann notaði þessi and poured the steipu foundation for my son og byggði upp and þessu. charged him only 2,500. Já, And þurfti my son calls me, Dad, prayer works. já, hann ringdi svo í pappa sem sagði bænin virkar. Pray specific. Byggjið nákvæmar bænir. Folks, my time passed some time ago, Nú er tíminn minn löngu liðinn, but when Satan attacks you, en þegar að Satan ræðist á ykkur, you need to be in the Lord. þið þurfa að vera í drottni, You need to be in prayer. þið þurfa að vera í bæn, You need to be in the Word. þið þurfa að vera í orðinu, And you need to be covered by the whole armor of God from head to toes. þið þurfa að vera varin að brynju Guðs alveg frá toppi til Otherwise, táar, you have no chance against Satan. annars hafið þið engan séns gegn Satan. It's like David and Goliath. Þetta er eins og Davíð og Góliat. Satan has more power than you do. Satan er miklu sterkar The en þú. single hope you have is the power of God. Eina vonin sem þú hefur er For, kraftur for Guðs. spiritual, Við erum í you need barátta. spiritual weapons. Fyrir andlega baráttu You þurfum við need to be in the Lord. andlega vopn. You need to be in the Word. Þú þarft að vera í orðinu, í drottni. You need to be in the armor of God. Þið þurfum að vera undir alvatni And you drottins. need to be in prayer. Þið þurfum að vera í bæn. That's your safety.
Þar þið örugg. That's how you prepare for the crisis. Þannig undirbúið þið ykkur fyrir það sem að koma. That's how you defend yourself. Þannig verjið ykkur. How that you get victory. Þannig munið þið sigra. In the final crisis, Í loka baráttunni. before Jesus comes, Áður en Jesús kemur. if you don't have prayer, Ef þið hafið ekki bæn, if you don't have the word, ef þið hafið ekki orðið, you will not resist. þá munið þið ekki geta varist. The Bible says that there will be persecution, Biblían segir að við munum verða ofsótt. religious persecution, Trúarofsókn. no more religious freedom. Ekki lengur frelsi til að If trúa. they take the word from you, how are you going to have the word unless you Nú, ef memorize it? Biblían verður tekin frá ykkur, hvernig getið þið And you are not going to memorize it then. Þá getið þið ekki lagt á minnið. You need to start now. Við þurfum að byrja núna. One Bible verse a day. Eitt biblívers á dag. Not difficult. Þetta ekki erfitt. You don't need to be smart. Þið þurfum ekki að vera gáfuð. You just need to read it many times. Þið þurfum bara að lesa það oft. Read it 10 times. Lesa það oft. But I tell you, it adds up. En þetta Like the bætist. snowball. Þetta eins og If snjóbolt. you do it every day, Ef við gerum þetta á hverjum degi, the word has power. þá kraftur í orðið The Guðs. word is going to change your heart, your mind, your life. Orðið breytir hjarta ykkar og lífi ykkar. The Bible says the word of God is like a sword. Biblían segir að orð Guðs er eins og sverð. When I read, Þegar ég les, I have power. þá hef ég kraft. When I don't spend time in prayer and study, Þegar ég ver ekki tíma I með am Guði, empty. þá ég tómur. You need to fill yourself with the word. Þið þurfum að vera uppfull af Guði. And God loves you. Guð elskar ykkur. And God wants you to be protected. Hann vill að þið séu varin. So that's the reason the Bible says Þess vegna segir Biblían, that you need to use these weapons. þannig að þið þurfið Because God wants you to be protected. að nota alvæpnið til að vera varin. So if you really want God's protection, you need to do this. Ef þið viljið vera varin, þá þurfið að gera þetta. God is calling you to act on it. Guð að kalla ykkur til að gera. Not only listeners, but doers. Ekki bara hlusta á þetta, heldur gera þetta. Let's pray together. Við skulum biðja saman. Father in heaven, Kæri Faðir á himnum, we know these things, við vitum þetta. but many times we don't practice them. En það svo oft sem að við förum ekki eftir því. I ask that you touch every heart here. Ég bið að þú snertir við hverju hjarta And I hér inni. ask, Father, that we all Að þú meir, að við öll, make a habit að þú gefur að við to öll spend time in prayer, sem að venja to okkur á spend time in the Word, að verja stund í bæn to always call your presence, og í orði þínu og kalla á to þig understand that without you we can do nothing. og skilja að án þín getum við ekkert. Help us not to do it as a duty, Hjálpaðu okkur að gera þetta ekki eins og þetta sé ykkur but to skylda, have pleasure in relationship with you, en að við njótum þess að eiga stund með þér. to thirst for you, Að þyrsta eftir as þér. a deer is thirsty for water. Alveg svo dádýrið þyrstir Help vatn. us to hunger for you Hjálpa okkur að finna hungurst til and to þín love to spend time with you in the Word og elska að verja tíma með þér and in prayer. og í bæn. We pray in Jesus' name. Við byggjum þetta í Jesú nafni. Amen. Amen. God bless you. Megi Guð blessa ykkur. Preach. Núna, því við erum búin að sitja svolítið, við ætlum að fá að standa og syngja síðasta sálminn. Hvernig væri það? Við ætlum að syngja sálminn 311 og ég vil heyra í öllum. Thank
want to... Okay. Sorry, I am... The blessing, the closing... Are you going to pray? Okay. Sorry, fyrirgefðu. Blessing for us. Father, again, we thank you for your presence here. Faðir, við þökkum fyrir þína nærveru hér. And I ask a blessing for every single one. Ég bið blessun fyrir einn og hvern og sér hvern hérna. Bið að fylla okkur Every family with your presence. hverja fjölskyldu með nærveru þinni. In Jesus' name. Í nafni Jesú Krists. Amen. Já, takk fyrir. So thankful for you, for having you here. Við erum með smá gjöf frá skrifstofunni. This is a gift from the conference of Iceland conference. Svo var hvíslað í eyrað á mér And someone whispered into my ear að þú kaupir oft súkkulaði til að gefa fjölskyldunni. that you many times buy chocolate to give to your family. Það var smá sýnishorn en ég keypti nokkuð svona stykki
I bought some of með these mynd af Ísland. with a picture of Iceland Og smá páskaegg handónum. and also Easter eggs. Thank you. And Ég er svo þakklátt. Þetta er frá okkur. this is from our church, the chocolate, and the other gift is from the conference. En ég veit, þú ert ekki hættu. Predikar í Verslunarskólanum. I know that you have not finished. You're going to be preaching tomorrow in Vestlunarskólinn. Mér finnst gaman að heyra í þér. I really like listening to you.